sýnidæmi 9 eigum við að finna hver hornasumma átthyrnings er. Og við erum líka beðin að finna hvað hvert horn stórt í reglulegum átthyrningi. En reglulegur átthyrningur einfaldlega átthyrningur með allar hliðar jafnlangar. Við veljum okkur horn og drögum hornalínur yfir í hin hornin. Almennt þegar við gerum þetta við marghyrning þá verða þríhyrningarnir alltaf 2 færri en hornafjöldin. Hornafjöldin hjá okkur er 8, þannig að n-2 eru 6. Þannig að hornasumma hvers þríhyrnings er 180, þannig að hornasumma átthyrnings er því 180 sinnum 6 eða 1080 gráður. Nú, fyrst að hornasumman er 1080 gráður og öll horn jafnstór, þá hlýtur sérhvert horn að vera 1080 gráður deilt með 8 eða 135 gráður. Almenna formúlan fyrir horn í reglulegum marghyrningi er því 180 sinnum n-2 en að sviga deilt með n. Á myndinni eru strikin AB og BD jafnlöng. Strikin BC og CE eru líka jafnlöng hvor öðru og auk þess er gefið að línurnar L og M eru samsíða. Við eigum að sýna að þríhyrningurinn DEB sé rétthyrndur. Í þríhyrningnum ABD hef ég merkt hliðarnar með rauðu sem eru jafnlangar. Nú, ABD er jafnarma þríhyrningur og í jafnarma þríhyrningum eru grunnlínuhornin jafnstór og ég hef því merkt þau bæði með X-i. Nú, þríhyrningurinn BCE er líka jafnarma og þar eru auðvitað grunnlínuhornin jafnstór hvort öðru, þannig að ég er búinn að merkja seta hérna á 2 staði. Næst merki ég inn hornin U og Y eins og sýnt er á myndinni. Með því að framleggja aðeins þessa línu, þá fáum við fram einslag horn við samsíða línur og þess vegna eru þær bæði merkt með Y. Nú, hornin U og Y eru grannhorn, þannig að summa þeirra er auðvitað 180 gráður. Nú, það er auðvitað vel þekkt að hornasumma þríhyrnings er 180 gráður, svoleiðis að 2x plus y eru þá 180 gráður. Nú, úr því að U plus y er 180 og 2x plus y er líka 180, þá hljóta þessar sumur að vera jafnar hvor annarri, eða þær að segja U plus y er þá jafnt á 2x plus y. Nú, samkvæmt styttireglu, þá megum við stytta y-ið út, svo að U er jafnt á 2x. Á fyrra myndbandinu þá sönnuðum við að í þríhyrningi þá gildir hvert horn að grannhorn þess er jafnt summu hinna tveggja hornanna. Þannig að ef við notast við þríhyrninginn BCE, nú þá er y jafnt seta plus seta, eða með öðrum orðum y er jafnt 2 setur. Nú, úr því að U er jafnt á 2x og y er jafnt á 2 setur, þá hef ég merkt þau horn með 2 x-um og 2 setum. Nú, við getum valið hvort þríhyrningi við miðum við, en hvort sem við gerum þá fáum við að 2x plus 2 setur eru jafnt á 180 gráður. Nú, ef við þáttum þetta með því að taka 2 út fyrir sviga og deilum svo með 2, þá fáum við að svíin x plus zeta er 90 gráður. Nú, við getum merkt hérna hornið DBE til dæmis með bókstafinu P. Það getur auðvitað verið hvaða bókstafi sem er þarna.
en þið sjáið að hornið ABC er auðvitað 180 gráður, þannig að x plus z plus p er þá 180 gráður. Nú við erum búin að sýna fram á að x plus z sé 90 gráður, þannig að p hlýtur að vera 180 mínus það og þar með er p 90 gráður. Nú úr því að horni p er 90 gráður, þá er alveg augljóst að þríhyrningurinn DEB er réttindur og það er það sem við vorum beðin að sanna. Í þessu dæmi erum við beðin að finna lengdirnar á x og y. Nú ef við skoðum stóra þríhyrninginn, þá er hann réttindur og samkvæmt setningu Pýþagórasar þá er summa skammhliðanna í öðru veldi jöfn langhliðinni í öðru veldi. Eða með öðrum orðum, hliðalengdin x plus 2 í öðru plus hliðalengdin 8 í öðru veldi er jöfn hliðalengdinni 10 í öðru veldi. Nú 8 í öðru veldi er bara 8 sinnum 8 eða 64 og 10 í öðru veldi er bara 10 sinnum 10 eða 100. Nú næst færum við 64 yfir jafnaðarmerkið, þá fáum við að 100 mínus 64 eru 36. Við getum losnað við annað veldið af svigunum með því að taka ferningsrótina báðum hliðum og þá fáum við að svíinn x plus 2 er ferningsrótina 36 eða með öðrum orðum að x plus 2 eru 6. Nú fyrst að x plus 2 eru 6, þá er x auðvitað 6 mínus 2 eða 4. Svo x-ið okkar er fundið. Nú skulum við finna hliðalengdina y og það gerum við með einslögun. Það er ég ætla að taka litla þríhyrninginn út og hann er einslag af þeim stóra. Nú rauðu hliðarnar eru sambærilegar milli þríhyrninganna og þær bláu líka, þannig að núna er þetta í raun og veru bara einfaldur hlutfallareikningur. Ef við berum saman rauðu hliðarnar og segjum y deilt með 8, þá er það sama og hlutfalla milli bláu hliðarna eða 2 á móti 6. Að lokum margföldum við báðar hliðar með 8, svo að y er þá 2 sinnum 8 deilt með 6, sem er jafnt á 16 sjöttu, eða það bil 2,67. Þannig að þá erum við búin að finna bæði x og y. Á myndinni sem er sýnt hérna með sýnidæmi 12 er O miðpunktur ringsins, svo að strengirnir AD og EC eru miðstrengir. Við erum beðnir að finna stærðir hornanna U, V, R og P. Almennt gildir að ferilhorn er alltaf helmingi minni en boginn sem það spanna. Nú við sjáum að 55 gráðu hornið spannar bogann CD og þess vegna er boginn helmingi stærri eða 110 gráður. Jæja, á myndinni sjáum við að hornið COD er miðhorn sem að spannar hennar sama 110 gráðu boga og miðhorn eru alltaf jafn stór og boginn sem það spannar. Þannig að hornið sem ég hef merkt hérna inn er 110 gráður. Nú ég hef merkt inn á myndina hornið A og C og það er 70 gráður, einfaldlega vegna þess að það er grannhorn 110 gráðu miðhornsins. Nú miðhorn eru alltaf jafn stór boganum sem það spanna, þannig að blái boginn hefur heildarstærðina 70 gráður og við vorum komna með 40 gráðu fyrir, þannig að þá sjáum við að boginn BC hlýtur að vera 30 gráður. Nú hornið BEC
er ferilhorn sem spannar þennan sama 30 gráðu boga og eins og hefur komið áður fram þá eru ferilhorn alltaf helmingi minni en boginn sem þau spanna, svo að hornið BEC hlýtur að vera 15 gráður. Nú hornið BDC sem er reyndar merkt með P á myndinni, það spannar nákvæmlega sama 30 gráðu boga, þannig að úr því að það er líka ferilhorn, þá er það 15 gráður alveg svo hornið var áðan. Nú, hornið A og E er topphorn 110 gráðu hornsins sem var komið nú fyrir, þannig að það er miðhorn sem er 110 gráður. Og 110 gráðu miðhornið spannar einmitt þennan græna boga sem er þá 110 gráður, en við munum að ferilhorn er alltaf helmingi minni en boginn sem það spannar, svo að hornið R er þá 55 gráður. Á myndinni er hringur með flatamáli 28,27 fersentímetrar. AB er miðstrengur hringsins og hornið ABC er 25 gráður. Finndu ummálið á þríhyrningnum ABC. Nú, flatamál hrings er π sinnum radíus í öðru eða 28,27 fersentímetrar. Nú, við þurfum eiginlega að finna radíusinn vegna þess að hann er helmingurinn af hliðalengdinni AB. Þannig að leið og við þekkjum radíusinn, þá getum við tvöfaldað hann og fundið lengdina á AB. Nú, ef við deilum með π beggja megin, þá fáum við 28,27 deilt með π eða 9 fersentímetra. Þannig að radíus í öðru er 9 og ef við tökum kvadratrótina af 9 þá fáum við 3 cm. Svo radíusinn er 3 cm og þar með er AB 6 cm. Nú, AB er miðstrengur sem þýðir að hann skiptir hringnum í 2 helminga og þeir eru báðir 180 gráður. Nú, við sjáum að hornið C, það spannar 180 gráðu boga og við erum búin að fara vel í gegnum það að ferilhorn er alltaf helmingi minni en boginn sem það spanna. Þannig að hornið C hlýtur því að vera 90 gráður. Næst ætla ég að finna hliðina AC. En samkvæmt skilgreiningu á sínus í réttundu þríhyrningi þá er sínusinn af 25 gráðum hlutfallið á milli mótlægra skammhliðar og langhliðar. Þannig að við fáum þá að sínusinn af 25 er þá hliðin AC deilt með 6 og því er AC 6 sinnum sínusinn af 25 gráður eða 2,54 cm. Nú, samkvæmt skilgreiningunni á kósinus í réttundu þríhyrningi að þá er kósinusinn af 25 gráðum BC deilt með 6, þannig að hliðin BC er 6 sinnum kósinusinn af 25 gráðum eða 5,44 cm. Núna er auðvitað ekkert eftir annað en að leggja bara saman alla hliðalengda þríhyrningsins og við sjáum þá að ummálið verður rétt tæplega 14 cm eða 13,98.